millilandaflug til Akureyrar náttúrulega myndi velta steininum held ég fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi og vonandi þetta bara upphafið af einhverju meira þar. Það gríðarlega langt til Keflavíkur þó að við sem búum fyrir norðan finnist það kannski ekki þegar við erum að fara til útlanda, en það fyrir fólk sem ætlar að stoppa stutt á Íslandi alveg drúlangt að fara norður í land. Þannig að ég held að ef þetta kæmi meira í framtíðinni af millilandaflugi erum við náttúrulega fyrst og fremst að fá þá meiri eftirspurn eftir okkar þjónustu og þar af leiðandi myndi það bara gera gæfumuninn í okkar rekstri. Ef eftirspurnin væri meiri, sérstaklega ef hún alveg 12 mánuði ársins. Það erfitt að vera í vinnu sem bara 4 mánuði á ári. Ferðamaðurinn sem kemur í Skagafjörð má alls ekki missa af kynnum sínum við íslenska hestinn, myndi ég segja væri númer 1. Og svo númer 2 náttúran. Við höfum bæði mikið af fossum, við höfum mikið af fjöllum sem gaman að fara á og skoða. Það mikil kyrrð, myndi ég segja. Það hægt að fara á staði í Skagafirði þar sem engin. Mjög marga staði upp til fjalla en ekki erfiða fjallgöngur. Hér mikið af vötnum og fossum og bara mikil náttúra sem að fólki má bara alls ekki missa af. Kyrrð, náttúra og íslenski hesturinn. Upphaflega kannski hugmyndin hjá okkur hjónunum var að fjármagna endurbyggingu á húsnæði sem við þurftum að fara í annaðhvort að laga eða rífa. Við erum búin að vera kannski síðustu 20-25 árin með svona smá hestatengda þjónustu. Við höfum verið að fá svona vini og vandamenn og gesti í hestaferðir svona gegnum árin og svona smám saman hefur það svona verið að vinda upp á sig, má eiginlega segja það. Og svo gerðist þetta bara einhvern veginn. Hægt að efla ferðaþjónustu vetri? Já, ég myndi segja að það sé alltaf tækifæri, alls staðar, hjá öllum til þess að efla sína þjónustu. Við þurfum kannski bara fyrst og fremst að vera tilbúin til þess að leggja svolítið á okkur til þess. Ég held kannski að svona tækifærin snúist kannski fyrst og fremst það hvað við erum tilbúin til að láta okkur detta í hug. Hvað í boði og hvað við viljum bjóða upp á, því það þarf ekkert endilega að vera eitthvað stórt og mikið. Það þurfi ekki að vera neinir flugeldar. Til dæmis eins og hafa meira í boði allt árið. Söfnin opin, hafa veitingastaði opna, hafa afþreyingu til staðar sem hægt að hafa til staðar líka veturnar. Það svo sem kannski ekki hægt að fara til Drangey eða á aðra staði að vetri til, en það hægt að fara á skíði, Tindastól að vetri sem ekki hægt að gera að sumri til. Það náttúrulega hægt að fara á hestbak allt árið, gönguferðir allt árið og það ýmislegt hægt að skoða.